Úrvalið af Bertoni í djós. Þátturinn í boði djós. Taktíkin í boði Lemon á Akureyri. Let's go. Já, sælverði og velkomin í taktíkina. Í þessu þætti ætla að fara víðan völl. Við ætlum að fjalla hockey, kvennafótbolta, frjálsar íþróttir. Byrjum á hockeyinu í hockey höfuðborginni Akureyri. Hérna til mín í setti komið þá Björn og Jón, velkomnir. Takk. Það er ekki langt síðan þú varst hérna hjá mér í settinu, Jón. Þá vorum við að fjalla hockeyið í SA. En síðan þá hefur mikið gerst og þið eru búin að fara út í Evrópukeppnina þar sem unnuð alla leikina í riðlinum. Já, við unnum alla 3 leikina þannig í Evrópukeppninni. Vorum að fara í fyrst skipti í þessa keppni og komum sjálfum okkar á svolítið bara óvart og stefnan var alltaf að vinna og frá því að við fórum í þessa keppni en já, þetta kom okkur sjálfum óvart og bara rosalega skemmtilegt og já, ótrúlega gaman. Svona fyrir áhorfendur til þess að ná utan þetta afrek. Esja fer þarna á síðasta ári, vinnur ekki leik, þið farið og vinnið alla leikina. Já, ég veit ekki hvað ég sagt, kannski bara betra lið að fara út eða eitthvað. Já. Það geti hugsast sko. Kannski betur skipulagðir og svoleiðis, en þeir allavega heiðurskilið að hafa byrjað á þessu sko. Við höfðum ekkert pælt í þessari keppni neitt. Hún búin að vera til dálítið lengi sko. En svo náttúrulega eftir að þeir fóru að við náttúrulega getum ekki verið einhverjir eftirbátar og ekki farið sko. Það er gott að fara og vinna þessa 3 leiki sko. Þið vinnið þetta fyrsta leikinn í hádramatískum leik sem ræðist ekki fyrir en í vítaskotkeppni í lokin. Vinnið síðan annan leikinn. Síðasti leikurinn dálítið öðruvísi, það var svona lið sem þið kannski áttuð að vinna fyrirfram. Já, það var svolítið erfitt að vera komin í þessa stöðu og vinna þarna mjög sterk lið og vissum að það væri mikið fylgst með þessu að við vorum liðið sem var kannski fyrirfram búið við erum lakasta liðið í riðlinum og vinnum bara 2 fyrstu leikina samfærandi og þeir sem horfðu á sáu við vorum bara skipulagðir og gott lið og þannig að það var pínu erfiðara að fara í þann leik en við spiluðum bara mjög vel í þeim leik eins og við gerðum allt móti fyrir utan fyrstu 10 mínútur í mótinu þegar vorum svona aðeins að komast inn í þetta og áttu okkur á því að það væri góð lið og við kláruðum það 2-0 en við hefðum svo sem getað unnið hann mun stærra sko en það var svona okkur gekk erfiðlega að skora og þannig að það var spenna í þessu. Kannski leikurinn móti Ísraelum hafa sjálfur sér aldrei neinni hættu sko þannig. Þeir áttu engin hættuleg færi fannst mér sko. Nei. En já, þetta var bara kannski meira svona, já, 2-0 alveg nóg til þess að vinna lið sko. Það þarf ekki til að fara 5-0 sko. Nei. En var þetta eins og segið, var þetta skipulagið sem að skildi á milli eða var það bara karakterinn, þarna voru bændurnir og starffræðikennararnir mættir? Já, ég held að það er skipulagið hjá okkur. Skipulagið og karakterinn líka í þarna fyrsta leiknum maður fann það svona fyrst 10 mínútur og það var bara, við áttum bara ekki break sko. Bara, þú veist, allt öðruvísi hockey og allt stórir og sterkir kallar og mikla reynslu og svo bara einhvern veginn bara fundum við þarna taktinn sko. 1-2 gíra sem við vissum ekkert af sjálfir sko. Fórum í það og leiðum við fundum það að við gætum keppt við og þá stigum við aldrei af bensíngjöfunni í rauninni og það var svolítið skemmtilegt sko. Þannig að ég held að það hafi verið karakterinn í liðinu í þeim leik sem var munurinn að við erum vanir að vinna og viljum alltaf vinna þannig að þetta kom með svolítið óvart að við getum stigið upp bara og ætluðum okkur þetta og held að hafi svolítið komið hinliðina óvart með það sko. Þið svona komið þetta úr annarri deild heldur en þessi lið, hvernig gekk að undirbúa sig undir þetta verkefni? Vissuð þið út í hvað þið verið að fara? Nei, ekki hugmyndum það þannig séð sko. Við hvenær fáum við að vita að við sem að fara í þetta? Í ágúst. Þá fáum við að vita að við sem að fara í keppnina sko. Þá var bara að beðið eftir að fá ís og leið og ísinn kom, þá byrjuðum við að undirbúa þetta sko. Og svo bara já, Jussi lætur okkur bara vita að við sem að fara í keppnina og svo bara leið og ísinn kemur hann Verslunarmannahelgi þá var bara númer 1, 2, 3 þetta sko.
deildin hjá okkur byrjaði ekkert fyrir eftir keppnina, sko. Þannig að við fórum eiginlega ekkert að spá í henni fyrir eftir þetta, sko. En hvað gerist núna? Þeir eru eina liðið sem fer upp úr þessu riðli. Já, nú sleppum við aðra umferðina og hún spiluð örugglega núna næstu helgi. Förum beint í þriðju umferð og erum að fara til Ríga og þar mætum við meisturunum frá Lettlandi, Kurbas Ríga held ég heita, og Donbass frá Úkraínu og og Spánarmeisturunum. Tuxur í Urdin heita þeir. Já. Þetta er ekki grín nöfn, það er að láta fyrir að ég er ekki búinn að bera frá nöfnum og liðunum sem voru að vinna þarna núna. Nei, þetta er svolítið allt annað en var þarna í Búlgaríu sem við erum að fara í núna, sko. Þetta er miklu stærri lið? Já. Já, þetta eru svolítið miklu kallmenn þarna. Þetta Donbass var í rússnesku súperdeildinni, KHL, sem er svona svipudeild og NHL. Þetta er stærsta hokkeydeild í Evrópu. Það er lið þarna úr öllur í Evrópu. Þetta er ekki bara Rússland, það er lið frá Kína og Finnlandi og allir Evrópu eru svona besta lið í hverju landi í KHL-deildinni. Donbass var í KHL fyrir 4 árum og flesti leikmennir í lettneska liðinu, það er sterkasta lið að þeir eru flesti búin að spila í KHL, NHL eða stærstu deildunum í Evrópu. Þeir kunna skauta. Já, flesti eru búin að vera í landsliðum Lettlands og þetta er svaðalegt lið. Já, ég heyri það, en hvernig ósköpunum undirbúum maður sig undir þetta verkefni? Eru bara hugsa deildina núna? Nei, alls ekki, sko. Þetta er bara, við erum bara að undirbúa okkur andlega undir þetta og æfa vel og reyna bara að hugsa vel okkur og við erum líka að reyna að styrkja hópinn og reyna að fá einhverja styrkingu, við verðum að gera það og það er kannski aðalega spurning peninga þar og við erum að sjá hvort við getum líka fengið. Það eru svona uppaldir leikmenn sem að spila erlendis, ungi strákar sem eru mjög efnilegir, sjá hvort við getum fengið til þess þá lána og borgum það bara félagsskiptagjöldin og það kostar okkur svolítið peninga en ef við getum gert það myndi styrkja okkur af því að við viljum helst náttúrulega af því að við erum félagslið SA og allt uppaldir leikmenn, við erum með 3 útlendinga en við viljum gera þetta sem SA og þess viljum við frekar fá þessa stráka inn í lið þegar kann að vera að fá einhver erlenda leikmenn og gera þetta þannig. Gaman að geta lokkað inn í svona verkefni, náttúrulega menn sem eru með SA hjarta hljóta vilja að taka þátt svona ef það er tækifæri til þess. Jú, ég held þeir vilja það nú alveg, sko. Skjótast yfir hafið og spila með okkur, sko. En tökum þetta bara á gömlu góðu klisjunni, þú veist, þið hafið ekkert að tapa í þessum leikjum. Nei, og ég sjálfur segir hafa þeir aldrei unnið okkur á þau, sko. En þetta verður ævintýri allavega. Við erum ósigraðir í Evrópu. Við erum Þetta er alveg hárrétt hugafar. Já. Tíminn er unnið frá okkur í ósöku bara hins besta. Hvenær eru þessi leikir svona fyrir það sem vilja fylgjast með? Þetta er 18., 19. og 20. október. Og er þetta að sjá þetta á netinu? Já, þetta að sjá þetta á netinu og streymið er auglýst á heimasíðu Skautafélagsins og Facebook síðunum. Þannig að fyrir ykkur áhorfendur endilega ekki missa þessu, fylgist þið með, þetta er risastórt. Kíkjum í auglýsingar. Bosvíl skyrtur í miklu úrvali. Þátturinn er í boði í J.M.J. Taktíkin er í boði Lemon á Akureyri.